efni vikunar, fyrir utan að vinna í verkefni 2, í raun að byrja að skoða CSS og CSS síðan í verkefni 3, þar sem við ætlum að taka það sem við erum búin að búa til, HTML í verkefni 2 og setja ofan það útlit. CSS í raun með svona nokkar hluti sem bara svona grunnurinn að CSS og það dettur undir staðalinn CSS 2.1 eða 2.2 sem að kom út fyrst árið 98 eða eitthvað svoleiðis en var meinbuggaður, hann var tekinn tilbaka og kom aftur út í mann ekki hvað, 2010 eða eitthvað sem svona grunnurinn og það sem að hann skilgreinir í raun bara hvernig við skrifum CSS, hvernig lítur CSS út, box-módelið, hvernig í raun við skilgreinum box í CSS og hvernig við látum boxið og efnið inn í boxunum flæða og það eru kemur inn í það visual formatting, það eitthvað innsláttarvilla hjá mér hérna sem þetta visual formatting módeli sem segir til hvernig þessi box eru og þá getum við notað display eigindið og position eigindið til þess að láta hlutina vera staðsetta á mismunandi stöðum á síðunni. Síðan erum við með cascadeið sem séð í CSS, af því að CSS stendur fyrir Cascading Style Sheets og skilgreinir það hvernig í raun skilgreiningarnar svona flæða yfir skjalið okkar. Og síðan eru skilgreiningar af því hvernig við vinnum með leturgerðir, hvernig við bara skilgreinum stærðarletri, feitletrun, italicletur og liti, hvernig við látum letrið breytum lit, hvernig við látum boxin breytum lit. Og þetta það sem við ætlum að fara núna og gera þann grunn í þessari viku og síðan í næstu viku þá aðeins minna, því þetta svolítið mikið efni núna og það aðeins minna efni næst og þá ætlum við að skoða Flexbox og Flexbox síðan skilgreining úr CSS sem kom fyrir svona 10 árum síðan, cirka bát, sem fór að verða útfærð í vöfrum en varð síðan svona standardinn í því hvernig við búum til layout og það eitthvað sem við ætlum að skoða líka í næstu viku og heyra aðeins núna næstu vikum. Layout, hvað þýðir það? Það bara hvernig við látum hlutina layatast á síðun okkar. Og þá það svona hvernig látum við stóru hlutina. Þú veist, við ætlum að láta hafa eitthvað ákveðna fyrirsögn, svo ætlum við með valmynd, svo ætlum við með meginmál, svo ætlum við með fót. Þetta svona þetta klassíska layout. Og Flexbox leyfir okkur að skilgreina það. Og í verkefni 3 verðum við með svona gefið svona bara mjög einfalt Flexbox layout sem við verðum byrjað, svona aðeins að sjá hvernig það virkar. Og síðan ætlum við að skoða svona aðra hluti í CSS. Og við kíkjum aðeins yfir svona hvað hérna meira. Þá erum við með Flexbox, við erum með svona CSS virkni og stuðning. Hvenær getum við nota hvað í CSS? Til dæmis í lagi að nota nýjustu tæknivísindi í CSS í dag eða þurfa að bíða eftir einhverju ákveðnu. Hvernig svona ábyrga leiðin til að nota það og síðan ætlum við að fá gestafélagstur frá hönnuði sem vinnur í startup-byggðina heima og ætlum að fara bara yfir að hvernig það svona almennt unnið með útlit sem þá hannað af vefhönnuði sem síðan í einhverju svona handoffi til forritara sem tekur þá þetta hönnun og skjöl sem eru yfirleitt í Figma og þau eru síðan notað til að búa til vefi. Síðan ætlum við að taka skalanlega vefi, eða hvernig við gerum vefi sem virka allt frá minnstu tækjum upp í stærstu skjái. Aðeins meira hönnun frá mér, grid og svo klárum við með kvikun og aðeins SAS sem svona superset af CSS og skoðum svona aðeins hvað að koma nýtt í CSS. Þannig að við erum að fara inn í núna svona 5 vikur af CSS pluss aðeins meira Git, aðeins meira svona tæki og tól sem við getum notað. En allt byggir þetta á þessu CSS 2.1 og því bara vita hvað CSS hvernig það haga sér. Og þá hérna í þessum fyrirlestri, fyrsta fyrirlestrinum CSS í raun þetta hérna sem mjög vert að stoppa þess við af því að CSS ótrúlega einfaldur syntax. Þetta í raun selector, property og value. Þetta 90% af því CSS sem við skrifa. Eru þessi þrjú konsept. En
það sem að verður flókið við þetta í raun að CSS í grunninn svona constraint layouting, þannig að við segjum í raun hvað við viljum og svo kemur vafrinn og teiknar það eins og hægt það er svo margt sem kemur inn í. Hvað eru myndirnar stórar, hvernig textin mikill texti, lítill texti, hvernig flæðir textin, eru löng orð, eru stutt orð og það fullt af svona hlutum sem koma inn í. Þannig að það sem við erum í raun að gera, við erum í raun bara deklaríft að segja, við viljum lýsa því hvernig við viljum að skjalið okkar líti út, svo kemur vafrinn og teiknar það fyrir okkur. Og þarna, bilið þarna milli getur verið rosalega stórt og rosalega óyfirstíganlegt þegar maður ekki að skilja hvað er að gerast og þá kemur hérna eins og hann vinnur okkar Peter Griffin að það eins og við séum bara að lemja á lyklaborðið og breyta einhverju gildi í eitthvað annað gildi í vonum að einhvern tímann á endanum muni að líta út eins og það í hausnum á okkur. Þannig að það þetta að fá mental módelið okkar til þess að passa við hvernig módelið í CSS það er vinna. Þá þetta hérna annað svona sem við kemur oft. Já, þetta sést náttúrulega bara ekki neitt. Ef við gerum svona, þá þessi hérna mynd sem sýnir hérna, hei, ég er með eitthvað box og sjáðu, lol, það rennur út fyrir. En auðvitað þetta það sem við viljum. Ef við værum með einhver texta og við höfum skilgreint CSS okkar þannig að boxið er lítið, eða boxið flæðir ekki með textanum, ættum við þá gera af textanum. Þannig að ef ég skrifa bara langt orð, þá get ég ekki lesa það. Það gott fyrir notandann? Nei, það mjög slæmt fyrir notandann. Þannig að CSS í raun eins og HTML, svona reynir að vera eins forgiving og hægt Þannig að það svona flæðir eða textanum yfir og það okkar sem vefforritara að skrifa CSS sem ekki svona lélegt. Þetta lélegt CSS, ekki lélegt CSS, þessin hérna staðallinn. En svo CSS ótrúlega kröftugt, þrátt fyrir að vera svona einfalt. Og dæmi það hérna að CSS eru svona nokkru hlutir óvart Turing Complete, sem þýðir að það að skrifa forritið óvart. Það var ekki ætlunin og það ekki ætlunin í spekknum. En þetta CSS Minesweeper, þetta bara CSS og HTML sem útfærir allan Minesweeper. Þetta ógeðslega ljótt, kóðinn, hann ógeðslega flókinn, en hann virkar. Þannig að það í raun svona extendið af því sem að CSS getur gert fyrir okkur. Og svo í raun, hversu mikið við getum, þetta bara búið til með CSS og hand-drawn, hand-coded entirely in HTML og CSS. Þannig að þetta listamaður sem að vinnur bara í HTML og CSS. Það þeirra pensill og olja. Og bara með því þetta búið til svona. Þannig að þetta allt í raun bara verið að vinna með liti og layeringu og skugga og allt það eitthvað sem CSS býður upp á. Þannig að CSS mjög áhugavert, mjög kraftmikið og mjög svona villandi þegar ég byrjaði að nota það. Að það sé ekki einhvern veginn auðveldra að vinna með það. Þannig að það í raun þetta sem við erum að fara að vinna með bara hvernig gerum við selektora sem í raun þetta sem að leyfa okkur að velja eitthvað ákveðið element og síðan segja eitthvað hvernig það á að líta út. Einhverjar spurningar? Hefur einhver hérna fiktað í CSS? Og tengiði við þetta. CSS einfalt en langar stundum svo að rífa allt hárið af hausnum á mér. Og það bara vonandi með því að fara bara hægt í gegnum grunninn og reyna að skilja hvernig CSS byggt upp, hvernig hugsunin á baku það að þegar hún til staðar, að þá gangi betur. Að því að reyna að hlaupa af stað og skilja ekki alveg hvað í gangi og fara bara eitthvað að reyna að berja á lyklaborðið, mun í raun verða frekar frustrerandi. Og þetta öðruvísi að læra þetta. Þetta svolítið erfitt fyrir fólk sérstaklega sem vill vera bara að forrita og vill bara geta að skrifa breytur og if-skipanir og eitthvað svona. En, kannski stoppa með að setja fullt af ykkur fyrirvörum. En einn kunningi minn, hann sagði þetta vel, hann lýsti vel fólki sem á auðveldra með CSS. Það til dæmis ef ykkur finnst gaman að föndra, eða ykkur finnst gaman að hekla eða prjóna. Þá CSS mjög svona
intuitively kannski einfaldara til þess að graspa, þú veist, hvernig það er sett upp. Að þetta er rosalega mikið dúlleri. Ég ætla að fara aðeins yfir dæmi og fyrsta sem ég ætla að fara yfir er í raun, þú veist, hvernig við tengjum þetta saman. Hvernig HTML og CSS er í raun tengt saman og þá er það þannig að við erum með þetta link element sem fer í head og link elementið er skilgreint til þess að búa til einhvern link á milli þessara síðu og einhverjar annarra síðu með eitthvað relation attribute. Þannig að þetta segir, fyrir þetta skjal þá er til style sheet. Það style sheet er í HTML CSS2.css. Þá tökum við af henni þetta og opnum það og sjá, gerum hérna svona, þá fáum við þetta, þá sjáum við hérna, þetta er bara svona, við getum smellt hér, þá fæ ég CSS-ið og það segir, taktu bakgrunninn, gerðan bleikan, taktu linka, taktu þetta hérna element og undirlína, eða settu undir strikun og þá sjáum við erum bara með HTML-ið okkar hérna og svo hérna fyrir neðan erum við síðan með CSS-ið. Þannig að það sem að kemur þá inn á eru þessi selektorar. Og selektorarnir er það sem við notum til að segja þetta element á að taka þessar reglur og reglurnar samanstanda síðan af nokkrum reglusett sem að reglusetti samanstandur af nokkrum reglum og hver regla er property og value. Og þá er það hérna body, veldu bara body, bara allt dokumentið, background color, pink. Þetta er attributið, background color. Ef við förum hérna, þá getum við séð, set the background of the color of an element. Ok, einfalt. Pink, það er gildið á litnum. Gildið á litnum geta verið heiti sem við notum yfirleitt ekki. Yfirleitt notum við hexadecimal kóða sem væri þá 000000 fyrir svartan. Þannig að núna er þetta bara svart, sérst ekki neitt, því að letrið er líka svart. Og þá er það þannig að þetta er í raun rauður, græni og blái, allir í núlli. Svartur litur. Svo getur við farið og sagt FF, FF, FF og það er hinum megin og það er hvítur. Þannig að allir litirnir alveg í topp. Svo getur við farið einhverjum á milli og gert 66 FF00, þá fæ ég einhvern svona lime-grænan. Þannig að það er alls konar litir. Svo getur líka gert RGB-liti, þar sem ég er bara að segja nákvæmlega tölunar. 0, 128, 0. Og þá er það aðeins ljósari grænn. Þannig að þetta er í raun að sama að... Ljósari? Dekkri fyrir ekki þau. Að því að þá er ég með í raun 128 í þessu hérna. Og já, þannig að þetta er í raun rauða frá 0 upp í 255, 0 upp í 255, 0 upp í 255. Svo erum við með aðra leið sem er HSL, sem stendur fyrir Hue, Saturation og Lightness. Og þarna fer maður bara út í litateóríu, hvað er hue á litnum, hversu saturated hann er og hversu ljós er hann. En þetta er bara fyrir liti. Síðan erum við með stærðir, og þá erum við með stærðir sem eru í pixlum, eða þær eru í relatífum stærðum, eins og prósenta, eða EM, eða REM, og svo erum við með svona viewport specific stærðir, sem horfa þá í raun hversu breiður er glugginn sem að vefurinn er að teiknast í núna, hversu hár er hann, og út frá því gerum við eitthvað, breiðumst við einhverju. Og svo er það þessi selektorar, og selektorarnir eru í raun þannig að við getum sagt bara eitthvað heiti á einhverju elementi, HTML eða div eða EM, eða að við getum farið að tengja saman hvernig þau eru í relation við hvert annað. Þannig að þetta segir, veldu öll EM element sem eru bein but div elements. Þannig að við opnum þetta dæmi. Og svo eitthvað fínt hérna. Þá get ég
inspektað og þá get ég farið að skoða hvað vafrinn að túlka fyrir hvert element sig. Þannig að ég fer hérna, það eitthvað P-element hérna og það ekki með neitt selektor á sér. Divið, það með einhvern selektor og það segir divið á með 10 pixla solid svartan border. Þá get ég farið hérna og ég get farið að eiga við þetta. Ég get minnkað niður í 0 eða ég get stækkað. En þá sjáum við að þetta á við öll divin sem fylgja. Öll þessi 4 div hérna. Öll þau að deila sömu skilgreiningunum á einhverju grunn útliti. Ok, svo ég með einhvern bakgrunnslit hérna. Ég get slökkt á þessu, þá dettur það út, eða kveikt á þessu og þá það inni. Svo get ég drillað mig niður hérna, fundið þetta EM hérna, þá sé ég hérna div sem á sér EM sem strangt barn, sem fyrsta barn, eða sem barn, ekki sem barnabarn eða barnabarnabarn, á að vera blátt. Þá get ég farið hérna og ég get breytt litnum á þeim hérna. Og þá get ég líka skipt á milli, það get ég skipt á milli. Þetta svona skemmtilegt að reyna að ná inn á hann. Allavega, ef maður fiktar í þessu, þá get ég breytt litagildinu hérna. Og eins og sjáu, þá get ég átt við þessar stærðir í vafranum. En það breytir samt ekki skjalum sem á bakvið. Þannig að það sem er best að gera, og ég ger yfirleitt í vinnu svona, í raun að hafa textaritilinn öðrum megin á skjánum og vafran hinum megin á skjánum. Og svo ég að breyta hér og sé það síðan uppfærast hér. Spurning? Já, en ef þú hafa svona gradient, kannski dökkblótt og svo hægt að vera ljósara. Já. Það með HSL, getur þú hægt með HSL? Gradient. Nei, til að fá gradient þá þarf að nota gradient skipunina í CSS. Og hún þannig að hún tekur einhvern byrjunarlit, einhvern lokalit og svo hvernig ætlar að skala á milli. Ertu með linear gradient? Ertu með svona circular gradient? Þannig að þú farð svona út frá miðju og þá hvað síðan skrefin í honum. Þannig að þú getur verið með gradient sem byrjar í bláum, fer yfir í fjólbláan, fer yfir í rauðan, fer yfir í grænan og vafrinn interpolatar á milli, blanda litunum saman eins og þú skilgreinir. Og þá þannig að við getum farið bara hérna end og við getum bara flett upp gradient, já, radial gradient heitir hitt og þá getum bara valið annarkvort linear gradient. Þá það CSS function og þá getum við séð hérna dæmi. Það nú reyndar alveg rosalega lélegt kontrast hérna. Þá fer hann hérna frá, þá getum við skilgreint gráðu líka, hvar hann byrjar og hvernig hann blandast og við getum blanda saman mörgum litum mismunandi hvar byrja. En þetta þetta að nota selektora til þess að velja element til þess að síðan að láta eitthvað útlita á það. Síðan við með stærðir og stærðirnar sem sagt þannig að við erum með þessar föstu stærðir eins og 20 pixla. Við segja bara skilgreindu þetta í 20 pixlum og svo erum við með relatífa stærðir sem segja skilgreindu þetta relatíft við eitthvað. Relatíft við letustærðina á grunninum og skjalinu. Það til dæmis rem-gildið. Þannig ég get sagt hérna, sjá, hvað vorum við með, font size hérna á fyrsta staf að 2 EM og byrjum við þannig eitthvað meira hérna, grunnstærð, font size hérna, ok, þá þetta bara vitlaust, þetta á að vera svona og verður svona. Þannig að þessi hérna fyrsti stafur, hann verður 40 pixla hár. En hann samt bara skilgreindur. Bíddu við. Hvar fær maður aftur? Fyrsta stafinn. Allavega, ef við bara setjum að hérna á þetta font size 2 rem, þá allt í einu allt letrið orðið þetta stórt. Og ellið orðið jafnvel stærra. Af því að það að horfa á stærðina á því sem inn í þessu hérna elementi og stækka það síðan áfram. Og það síðan aftur að horfa á stærðina á grunnskilgreiningunni hérna. Þannig núna ef ég minnka þetta, þá minnkar allt hlutfallslega með því.
Þannig að þannig get ég í raun verið búinn að byggja einhvern ákveðin grunn og síðan í raun skaleg frá grunninum upp eða niður. Og við viljum setja þessa stærð sem pixla hérna og síðan vinna með einhverja hlutfallslega stærðir áfram. Þó svo að það sé kannski svona einhverju leyti svona artificial að setja það á einhver constraint að setja það svona, en það er í raun til þess að þið lærið hvernig þessar relatífu stærðir virka og þær eru oft notaðar til þess að skilgreina þessar letustærðir. Þannig að í verkefni 2 þá er það skilgreina letustærðir sem eru mismunandi, en það er allar að horfa á grunnletustærðina sem er skilgreind í pixlum og þið ætlið ekki að skilgreina þó að segi hérna, láttu textan hérna verða 20 pixla, þá ætlið ekki að segja font size 20 pixlar hér. Þá ætlið að segja þessu hérna, font size 1 rem. Eða ef við erum með 16, þá þurfum við náttúrulega að segja 20 deilt með 16, ja, 20 deilt með 16, sem er 1,25, þannig þá er það 1,25 rem. Og þá getum við farið hérna, ef við stækkum þetta aðeins, og skoðað hvernig er þetta síðan reiknað. Af því það er síðan annað sem á sér stað þegar við erum að vinna með þetta. Við segjum hérna 1,25 og það er á móti 16 og svo kemur eitthvað annað inn í. Að vafrinn þarf alltaf verið að reikna út gildin okkar og þá getum við séð hérna undir computed hvernig vafrinn er búinn að reikna. Þá getum við farið á sér font size er 16. Þannig ef ég breyti þessu hérna, já, hérna er alltaf komið first. Sjá, ég ætla að vera á okkur öðru, ég ætla að vera hér. Hérna, þannig að hérna er 32, þessi átti að vera 1,25 rem. Akkur er ekki eitthvað svona, byrjum på nýtt, svona. Font size 1 rem. Ok, 20, stækkum þetta, 1,1, þá er það hérna 2,2. Stækkum þetta meira. Setjum enn fleiri aukastafi og þá fáum við raun út aukastafi hér. En vafrinn mun aldrei geta teiknað letrið með svona mikilli nákvæmni. Þegar bara letur verður að vera bara það er ákveðið hérna, fjöldi pixla í skjánum sem við erum að birta. Þannig að vafrinn mun í raun námundu þetta að næsta pixel sem er í raun hægt að birta. Sumi skjáir, eins og svona retina skjáir sem eru mjög háa upplaust, leyfa svona subpixel rendering, þar sem við gætum hugsanlega byrt 3,5 pixla eða eitthvað meira. En svona tölur verða alltaf í raun á endanum þegar reiknaðar út hérna námundaðar að einhverju gildi. Þannig að þetta eru selektorar og gildin og svo erum við með cascadeið. Einhverjar spurningar? Þetta ég nú er ég bara dettin í að vera bara með sama fyrirlestur og ég er búinn að halda allt oft. Þannig að ég fer yfir allt þetta í námsefninu sem ég gefið og þetta er alveg svona, þetta er svolítið að fara í gegnum og lesa og hugsa og svo er ég bara að byrja á verkefninu sem fyrst og byrja að eiga við CSS til þess að fá tilfinningu fyrir þessu. Til þess að fá tilfinningu fyrir því, hvað þarf ég að gera til þess að birta eitthvað box sem er blátt? Hvað þarf ég að gera til þess að breyta leturgerð yfir einhverja leturgerð sem ég sótti á Google Fonts? Og bara eitt skref í einu. Og svo þegar þið eru að vinna í þessu, þá er þetta bara hvernig eru hlutir leiðaðir út, hvernig er leiðaðir sett upp. Það er svona kannski ekkert svakalega svona spennandi útlit til þess að brjóti sundur sko. En ef við setjum bara á stjörnuselektorinn, outline, 5 pixla solid green, þá sjáum við í raun fyrir hvert einasta element sem er á síðunni erum við búin að setja núna 5 pixla box. En þið sjáu þetta er allt bara ferningar. Þetta er bara allt hérna niður. Þannig að ef við förum hérna og við skoðum nánar á þetta, þá sjáum við þetta er eitthvað input sem er inn í einhverjum button. Nei, input sem er inn í einhverjum div sem er með views, já, ok. Og svo er eitthvað við hliðina hérna og svo er eitthvað við hliðina, eitthvað fyrir utanum og eitthvað utanum og eitthvað utanum. Þannig að þetta er bara box, inn í boxi, inn í boxi, inn í boxi. Og
og svo bara förum við út og þá bara zoomum við hérna út og þetta er box og þetta er annar box og þetta er annar box, box og þetta er bara nestuð, þetta er bara svona eins og hérna babúska, þetta er bara boxin, matrjóska. Þetta er bara inni, þetta er bara boxin í boxi. Þannig að það sem er gott að byrja er annarkvort að horfa yst á skjalið og byrja þá í raun að búa til layoutið sem er þá í raun þetta, ég vil vera með einhvern header sem er með bláan bakgrunn. Eða byrja innst sem er, ég er með einhvern texta sem er í headernum sem er á að vera 20 pixla í leturgerðinni og að vera feitlitraður og eitthvað. Og svo fara út, ok? Og svo á hann að vera inn í þessu boxi. Þá tekst ég á við layoutið. Og svo er eitthvað valmynd. Þessi valmynd á að vera einhvern veginn öðruvísi. Hún á að vera með underline eða eitthvað og eitthvað ef við gerist eitthvað. Og vinna þetta svona. Þetta var mjög skemmtilegt. Einhverjar spurningar? Please? Allt svona mögulega spurning. Já, byrjaðu. Bara veldu eina. Ég bara, þú veist, svo mikið efni og bara man ekki neitt, maður skilur ekki neitt, maður bara alveg. Þá er gott að byrja á því bara einu. Ok, ég er bara alltaf að birta einhvern einn hlut á vefnum mínum og ég ætla bara að láta hann vera bláan. Skrifa eitthvað? Ok, gerum... Nei, byrjum við. Nei, ég er búinn að loka. Ok. Sjá. Gerum þetta svona frekar. Kopíum þetta bara. Og opnum bara aftur þetta sem við vorum með á þann sem ég lokaði. Ok. Við ætlum bara að taka þetta, setja þetta í staðinn, hendum allir út hérna. Nú hérna sjáum við að þetta er í raun tengt inline, en við viljum setja þetta svona, þannig við ætlum að gera það. Og svo skulum við aðeins tala um þetta, svona. Ok, þannig að nú erum við bara með HTML-skjal. Og HTML-skjalið okkar er ekki með neitt efni. Og við viljum bara núna fá einhverja fyrirsögn og láta hennar með bláan bakgrunn. Ok? Já? Það er það sem ég var að segja á þann. Link-elementið segir í raun tengdu þetta skjal við eitthvað annað skjal. Það tengir það með einhver ákveðnu relation típu sem er skilgreind í þessu real attribúti og það segir sér í lagi, þetta er style sheet sem ég er að tengja þig við. Style sheetið á heima í skjalinu styles.css. Þannig að núna, ef ég ger þetta svona og ég opna þetta hér og ég er opnandi í Vafra, ég opna þetta og ég reloada skjalinu að sjá. Nú lendum við í vandræða þegar við erum á þessu fæl hérna, en hún alltaf finnur ekki neitt. Hún finnur ekkert skjal, það er ekki til neitt skjal hérna. Þannig ef ég myndi fara núna, ég segi styles.css og ég segi body, background, color pink, eins og við erum áðan, svona, gerist ekki neitt. Það er tengingin er ekki til staðar, hún finnur ekki skjalið. Sem hann hefði svona átt að gera þegar ég var búinn að gera styles CSS. Hvað er ég að gera vitlaust? Já, klassísk villa. Ég er með þetta í annarri möppu. Þannig að núna myndi ég til dæmis út af þetta hérna, þá myndi ég þurfa að gera svona ef við erum hvernig við vorum að tengja þetta í seinasta tíma. Ok, nú fer ég hérna, svona. Nú fæ ég þetta með bleikum bakgrunn. Geggjað. Nú viljum við fá fyrirsögnin okkar í bláum lit. Já, það er sér í lagi þetta, velja elementið og gefa því síðan einhverja reglur sem það á að gera. Body, verður bara með bleikan bakgrunn. Ok, H1, sem er fyrirsögnin okkar, verður með bláan lit. Ok, nú er hann blár. Body verður með font size 20 pixla, þannig að grunnstærðin okkar ætlar að vera 20 pixlar og þá stækkar fyrirsögnin okkar. Og fyrirsögnin stækkar í raun
út af því að vafrinn og allir vafrar eru með einhverja svona grunnstíla, svona browser style sheet. Og þú getur séð að ef við förum hérna í browser, þá sjáum við í raun, ef við förum hérna niður, allar þessar hérna skilgreiningar eru eitthvað sem að browserinn setur sjálfkrafa. Margar af þeim er bara eitthvað non, 0 og allt þetta er bara skilgreind í staðlinum. En ef við finnum okkur hérna og þú ert að nota þetta, font size 40, sprengið út, þá er í raun 2 EM er það sem að vafrinn setur sem stærðin á fyrirsögnum í grunninn. Nú viljum við segja, við fílum það ekki. Við viljum í raun að segja aðeins meira rólegheit í letrinu okkar. Við má hafa 1,5 rem. Þá minnkar það. Ok? Og þá minnkar það niður í 1,5 sinnum 20. Svo 30. Listin sem var hana default browser dæmi, þetta upp svona variables sem hægt er að gera? Þetta eru allar reglur sem við getum, öll property. Property er heitið þessu, af því það er til hugtak í CSS sem heitir CSS variables, þannig að ef við notum það getum við ruglast. Þetta er allt propertyin sem við getum breytt. Þannig að við getum gert alls konar við þetta. Við getum sagt text transform uppercase text decoration underline. Og þá eru fyrir svona okkar í hástöfum með undirstrikun. Þannig að við segjum, hei, ég vil hafa þetta sé svona, ég vil þetta sé svona. Og þá þýðir það líka að ef ég veldi núna að búa til einhverjar undirfyrirsagnir og þá meikar sens að undirfyrirsagnir sé H2 og það er undirfyrirsögn, svo ætlum við að vera með eitthvað P hérna, lorem ipsum. ætlum að afrita það nokkru sinnum hérna líka og svo ætlum við að taka allt þetta hér og afrita það nokkru sinnum. Ok, þá er ég komið með einhverja undirfyrirsögn hérna. Lorem ipsum, ég ger einhver mistök, ég lokaði ekki H1-um. Þetta er svona klassískt. Ég lokaði ekki H1-um og þá fóru stílarnir að blæða yfir á næsta hérna og þá sjáum við, ég lokaði ekki einu sinni hérna. Þetta blæðir allt saman yfir og allt verður rosalega skrítið. Þetta er ekki það sem ég ætlaði. Þá ef ég valið þetta núna, þá myndi validatorinn segja mér, hei, ég sá opna H1 en ég er ennþá inn í H1. Ertu vissum að það var ekki ætlað að loka H1? En þá lokum við hér, svo lokum við hér, hér og hér. Og þá verður þetta meira svona eins og við erum að hugsa að þetta yrði. Einhver texti, fyrirsögn, texti, fyrirsögn, texti, fyrirsögn, texti. Ok, en nú verður að segja, ok, þetta lúkkar hérna, við erum þetta svolítið blátt svona og þá get ég sagt hérna, ég vil ekki bara að H1 fái þessa stíla, ég vil líka H2 fái það. Ok, en nú lítið það bara nákvæmlega eins út, sem er ekkert gott upp á útlitið ef ég ætla að reyna að segja, hei, þetta á að sýna að þetta er undirfyrirsögnin. Þannig að þá myndi ég vilja minnka letrið á þessari hérna, eða gera eitthvað þannig að það lítur öðruvísi út. Og þá gæti ég gert svona og svona og svona og svona. Ég gæti gert þetta, en þetta er vitlaust. Út af því ég verðum að segja að þetta er að lita nákvæmlega eins út, en ég vil bara breyta leturstærðinni. Ok, þá er rétta leiðin að hafa þetta svona, en fjarlægja bara allt hérna, nema það að breyta leturstærðinni. Og þetta er nákvæmlega eins. Og þá förum við hérna og við veljum H2 hérna, og þá sjáum við í raun að cascadeið kemur inn. Það fekk á sig 1,5, en það er búið að strika við það, út af því að það kemur hérna H2 sem skilgreinir þetta með font size 1 rem. Ok? Þetta gæti síðan verið eitthvað sem við myndum vilja hafa bara eitthvað nice. Við viljum að þetta sé bara eitthvað sem að þetta er nice, við viljum bara geta nota þetta á aðra staði. Þessu bara eitthvað, þessi hérna paragraf, hún er nice. Ok? Þá dettur allt í einu stílinn af öllu, en svo kemur bara eitthvað, nice, fyrirsögn, eða hérna,
ok? Og þá myndum við segja, ok, nú ætla ég að setja þetta hérna á allt þetta, á alla hlutunum sem eiga að vera. Þannig að þannig er hættur að vera að hugsa um að þetta er bundið við elementi sjálft. Nú er ég að setja þetta sem einhvern svona klasa. Þannig ég er að reyna að gera þetta meira general. Ég er að reyna að hugsa þetta meira abstrakt. Ég er að reyna að hugsa, þú veist, hvernig endurnýti ég hlutina og þá kemur þetta bara inn í forritunarhugsunina. Hvernig get ég gert þetta í sem fæstum línum sem er líka skiljanlegur. Og þá er ekki gott að vera alltaf að copy-pasta og copy-pasta. Þannig að ég get farið hérna og sett þetta inn svona, svona og svona. Og þá er þetta komið svona. Og þá get ég síðan farið og sagt, ok, svo vil ég í raun stýra stærðinni sérstaklega. Þannig ég vil gera svona, eða kannski bara svona. Þá er þetta hérna, en það er engin texti í raun að fara frá þessu. En þá er í raun þessi hér, er ekki að fá neitt nema bara grunntextastærðina frá body. Þessi er að fá grunntextastærðina frá H2 sem horfir á body. En svo fá þetta bæði í raun litin og þetta text transform bæði. Herri, tökum pásu og höldum svo áfram að gera ykkur dæmi eftir svona 10 mínútur.